náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Herru, ég ætla bara að byrja á því að bjóða þig velkomin í þvotthúsið. Takk fyrir. Bjartmar Leósson, a.k.a. hjólakvíslarinn. Mikið rétt. Þú sést reiðhjóla nöttari. Já, má segja það. Og þarna... Það er svona allt sem er á hjólum. Reiðhjól, líka mótorhjól. Já. Og bílar. Já, svona della bara frekar alveg. Ég sá þinn daginn á netinu, þú varst eitthvað næstu búin að plata inn á einhverjum gömlum kálf. Var þetta í kálfur? Þegar eitthvað býður, jú, hérna svona Benz, gamall Benz og bara, já, þetta er eitthvað í genunum, pabbi á svona líka sko, alveg sökka fyrir gömlum bílum. Þetta er bara ókipis. Bara gefins bíl. Já. Og það var enginn búin að kommenta og ég alveg, ok, Björn, þetta er mögulega aðeins svo stórt fyrir þig, en ég er fyrstur að kommenta, já takk. Svo fór ég kíkt og hann var bara, þú veist, hann var að hrynja á riði og Kanntu að sjóða? Ég þekki menn sem kunna sjóða. Þetta er bara vesen sko. Ja, þetta er bara aðeins svo mikið sko og mig grunaði það en maður tekur síðan sín, hrakkaði að stökkva alltaf. En ok, alltaf á hjólum. Já. Hvað, veist, ertu bara búin að vera á reiðhjólum bara frá því þú varst bara pjakkur það? Já, ég man alveg bara, þú veist, man eftir fyrstu 3 hjólaferðinni, það sem ég fekk að fara á gangstétt, það var bara stórt moment. Já. Og hérna, já, það var svona, og svo þegar maður lærið að hjóla án hjálpar að dekja eitthvað, þetta er svona frelsistilfinning einhvern veginn, og svífa niður einhverja brekku bara með vindin í hárinu, þetta er. Ertu svona gauð sem fyrst ekki bílpróf bara lengi það? Varstu bara alltaf á hjólum? Nei, ég var reyndar 18 þegar ég fekk bílprófið sko og þá kikkaði svo della inn alveg líka sko og hérna, já, datt aðeins úr formið svona upp úr 18 ára aldrinum. Það gerist. Það var bara eitthvað, svona keira út í sjoppu þóttum var í 5 minúta göngufélag. Það er sko, það er nágranni minn hérna, ég held þú þekkir hann með þess að hann tók bílprófið held ég bara eitthvað 55 ára eða eitthvað. Okay. Og það var þá í rauninni bara til þess að þjónaði bara þeim tilgangi að geta sinnt áhugamáli síðan hann er með svolítið sérstætt áhugamáli sem hann kannski ekki að fara út í hérna hvað það er en hann var tilneyddur. Ég veit hvernig þú tala um. Já, einmitt. Hann er tilneyddur til þess bara áhugamáli það. Þetta er skrítnasta áhugamáli sem ég heyrt um. Ég skal segja það hérna eftir útsendinguna. Ég ætla ekki að vera Mér finnst þetta er áhugavert. Allt með öðruvísi svona er. Áferðin í bílskúrtina sem maður er það reynast. Það eru bara 30 reiðhjól Alright. Geggjastöf. En heyrðu, ok, þú ert hjólakvíslarinn. Þið skrifaði henni hjá mér, þetta er þetta sko svolítið gömul beinagrind en þú vinnur á leikskólum. Já. Ertu að vinna á leikskólum þá núna líka? Reyndar ekki, mér var boðin önnur vinna og þetta var eitthvað sem ég var búin að gera við lengi. Ég var að gera með eitthvað á hjólum. Þetta þvælast með túrista út á land og hérna. Á reiðhjólum þá? Nei, á rútu. Já, ok. Og hérna, já, bara boðið þetta allir og ég hugsaði eftir, það er komin 17 ár á leikskóla. Þú var 17 ár á leikskóla? Það er ekki allt og mikið. Þetta leið bara mjög hratt. 14 ára á einu stað og restin á hinum öðrum. Okay. Já, hvernig deildum? Hvað var þau gamla? Sko ég var svo heppinn að fá að vera á þeim öllum. Ég var svona aflýsingagörinn sko. Já. Bara fyrir hádegi fyrir á þessa deild og eftir hádegi þessa deild og já, svo þarf að þrjá gluggana og svo þarf að setja upp hillu og alls konar svona skreppa í brynju og kaupa skrúfur og svona allt múlíkt. En þá kemur spurningin, hvað ertu búin að fá oft njálg? Aldrei. What? Já. Í alvörinni? Já. En lús? Nei, ég maður ekki því, nei. Já, sem krakki, jú. Já, einmitt. Þetta er geggjað, ég er búin að vinna svona ég vinn í leikskóla, svona slags, svona sameiginlegt. Okay. Á 4 árum er ég búin að fá 3 njálg. Þú veist alltaf hann að negluna líka. Ég var með svo mikið skegg. Og ég er náttúrulega líka, ég er smíðakennari sko, við erum að tálga voða mikið. Þannig ég var alltaf að taka á móti bæði hnífum og efnum frá börnum. Njálg. Þau voru hérna, sumi krakkarnir maður. Svona langa neglur, svona gaurar bara svartir og maður bara, takk svo maður búin að gleyma þess og gera eitthvað svona það er svona egg hérna onni þannig að allt inni ég farin að smita sko, barnið mitt á njálg en ekki öfugt sko. En njálgurinn ekki það sko. Njálgurinn kendi mér gríðarlega mikið og hérna, og eitt sem ég lærði, ég er með kenningu og ég kom með hana áður en við förum í þig hérna sko, ég er náttúrulega bjóð í Danmörku 15 ár og þar voru allir með njálg. Það var bara börnum, það var bara alltaf njálgur
og það engin skömm eitthvað að segja það, bara, ég með Burn-on, tómtvesinn, en það var engin með ADHD og svo flyttið til Íslands og það eru allir með ADHD allir, það eru bara fullorðnir gamalmenni, lítil börn, nánast bara fæðist með ADHD og engin með njálg það er 25% tilkynningar hlutfall á njálg á leikskólum á Íslandi í dag restin segir ekki neitt, bara nei, við skulum ekki vera að ringja það fylgir þessu svo mikið skömm sko. En ég fór að googla í rauninni sko, einkennin af njálg og þetta bara eigin reynslu og einkenni og athyglisbrest og ég sá að þau voru þau sömu nákvæmlega. Mín kenning er að það er verið að misgreina fólk á Íslandi með ADHD eða það er bara með njálg Já, þú meina það hlýsir bara með njálg bara í 30 ár þá Ég svoleiðis var það í gamla dag, þú varst bara með njálg í 30 ár Það var svo mikið skömm Það gæti útskipt maður, en þú varst að taka ristispegluna áður við förum í Það fannst ekki njálgu það, sko Hann var í ristispeglun í dag Í gær, segðu okkur nú frá þessu Og ég segi eitthvað frá þessu Já, gerðu það Ég veit ekki hvað ég á að byrja sko. Þetta var ristispeglun og maðurspeglun á saman degi Já, þetta var svo kallað eins og að læknisfræðinni double anal Double penetration Nei, þetta var ekkert mál sko Ég nú gert á þau sko, hreinsunin er verri Hún er eiginlega verri en athöfnin sjálf En það var einhver sko, þetta gekk mér smúð Maðurspeglun ekkert mál, hefur prófað það? Nei Það var mjög næs, það kom mikið orð En svo Mjög svona óþægilega, en ok Það var líka árið 1979 Það var svona GoPro-myndar Þetta var alveg bara mega smúð En svo ristispeglunum var alveg fín sko En svo lenti hann á einhverju erfri beygju og eitthvað Ég þurfti að gera lótusblóm og eitthvað svona snúa mér í hringi og gera einhverja æfingar Nakin, alveg, bara með slöngun upp í þér Þú veist alveg hvernig þú Þú ferð inn í klefa og þau eru réttar svona buxur Það við ekki sé leðubuksunar eins og Páll Óskar var á coverinu Það var ekki svolítið þegar ég var í þessu Nei, ok, það er með buxur, svo ertu bara með gat svona rassinum Svo skálmar Já, svo bara liftur upp Ertu að djóka? Gast ekki fekk mynd? Ég verða að sé, þið veistu hvað það er Þið er alveg geggjað og svo bara leggst á hliðina og maður lagði bara láta þið bara gera einhverja brú og lótus Já, það var geggjað sko Hann byrjaði að tjekka blöðróskirtilinn án viðurnar og svo fór hann í það sko og ég sagði, ég kendi lækninum triksi mitt að því ég þurfti að gera þetta nokkur sinnum og þið þurfum alltaf að vita, það voru svo gamlir sko að þegar þið þurfið að fara að láta tjekka á blöðróskirtilinum þá farið inn á heimasíðuna hjá Glæsibæ og veljið læknin sem lítur út til að vera mest petit að því að þeir eru með minnstu puttana Ég gerði þetta einu sinni og þá tók á mótum við bara svona tógar að sjóma þeir með svona stóra hendi skilur og svo bara en þessi var petit Já, þetta var rosa En það er svona svo gott að fara í gangi gegnum svona andlega reynslu til þess að því að þetta þegar þú er búin að gera þetta þá er svo margt annað læknisfræðilegt sem getur komið upp svo lítið mál skilur að þið vitið, þetta er nú gífulega stressandi svo þarf ég að fara í aðgerð að gera eitthvað þá er það bara bliknaði samanburðið þetta lostafulla athæfi sem átti sér staði í gerð Þetta var ekkit örvandi neitt Ég var svo lyfjaður, ég er nefnilega fórum fyrir 3 árum og þá fekk ég svo lítið verkileg og þetta var svo traumatizing, ég baði um ekstra kokteil en ég var eiginlega svona hálf fullur en jú, þetta er vont sko Þetta er ekki gott, þú finnur slönguna inn, hefur ekki farið í svona? Jú, ég var bara svo veikur af hana salmonellu eða streptokokkum. Það var rosalegt sko. Það var ekki gaman sem sagt. Nei, það var hrikalegt, það fekk svo mikið loft inn í maganum. Já, það er annað, fyrir ekki, ég að rifjast upp. Það er bara, þetta var svo vindgöng. Þegar hann var sko, það var vond, þegar hann var með þetta drastinu svona pumpa loftin í ristilinn og það er svo mægin að þeir sé að springa. Svo þetta prumpar þessu drastinu. Svo prumpar og þá finnur þú bara skvettist drastinu og hreinsun út og svona. Ég var búin að gleyma þessu. Það fylgir svo mikið skömm. Ég man sko þegar mér var rúllað út úr ristispeglun, ég var hann í viku, manni eftir þess að var pabbi að koma að heimsækja mig. Já, okay. Það var eina skipti sem hann heimsækti mig í þessari viku og þá verið að rúlla mér út úr ristispeglun. Traumatized. Já, traumatized fullur á lofti sko. Þetta er rosalegt. Ég loftið búið. Já. Heru, þetta var smá hliðarspor. Þetta var geggjað. Ég fer ekki aftur í bráð. Nei, algjörlega, en takk fyrir að deila þessu með okkur. Já, mínir ánægð. Herðu, all right. En ertu þá svona umhverfisvernda sinni þá? Fyrst að hjóla áhugin til staðar? Það kom tímabil hjá mér þar sem ég ákvaði ég vildi bara ekki vera á bíl. Ég hjólaði alltaf í vinnuna, hálftíma leið og sennilega bara í besta formi lífsins þá sko. En bara bíladellan sterk og mótorladellan. En ég hef það motto að
ég þurfi ekki að nota bíl til að komast í vinnu eitthvað, að ég verð að búa nálægt vinnunni í göngu eða hjólafæri og stundum eru bílarnir bara ónotaðir í nokkra daga fyrir þannig að mér skilju ég myndi bara ekki geta það að vera fastur í traffík einhvers staðar á leiðinni í vinnuna á hverjum degi, ég bara gæti það ekki. Nei, það er kannski ekki svo rosalega slæmt í Reykjavík en það er sanns að góðu tími bara að hlusta podcast eða syngja lög og keyra halvan metra og stoppa og býða kortur og keyra halvan metra það myndi pirra þig? Það ég bara ég gæti það ekki sko. Ég reyndi einu svona, ég lendi einu svona í þessu og var þarna hjá gamla Tónabæ og alltaf svona, var hann setni í vinnuna og þá reyndar braut ég mótaðið mitt og bjóð svolítið langt frá og strætóakarinn alveg tómaður ef ég gerir þetta bara í þetta just this once þá redda ég mér og ég skaust þarna og gefi í og síða þarna smugu sem ég treði mér inn í fremst og bara yes, geggjað, lít við og það bara lögga að horfa mig stíft bara geggjað þetta er típist, þetta er klassík alveg klassík gamla þessu en þarna sko, þú ert svona þú svona þetta koma svolítið svona fram sem svona ákveðin, ég ætla bara að lega mér að segja svona hjóla ofurhetjan já veist, og þú hefur svona eitthvað áhuga á því að það er eitthvað drive sem hefur með það að gera að hjólin verða að komast í réttar hendur líka eins og sett með skikning á þeir einhvern veginn tekst að þefað upp eitthvað sem engum öðrum tekst já, nákvæmlega þetta er ekkit auðvelt að leysa svona mál og byrjaðu kannski bara hvernig þetta byrjaði já, akkurat sko þetta byrjaði og hvað myndur þú kalla þetta? Myndur þú kalla þetta bara eitthvað hjólafinnarinn? Já, eitthvað bara þannig ég fór bara að taka eftir þessu bjóð í miðbænum og þetta ég fór bara svona taka eftir þessu fyrst skipti þá tek ég eftir 3 mjög nýlegum hjólum inni í andirinu á háspennu á Hlemmi já. Og kannski þegar þeir verið í bílaumboð eins og maður gerir alltaf þegar maður krakki fór alltaf í Heklu og þegar var bílasýningu eitthvað fann maður svona new car smell og þú veist ef hjól væri með new car smell þá var hún sterk af þessum hjólum sko maður sá bara strax, þetta er eitthvað splungun nýtt maður og öll hjólin með eitthvað lásár tækar svona hangandi á miðjunni það var eitthvað off við þetta maður er búin að heyra að það sé svona mikið verið að stila hérna og eitthvað en einhvern veginn pældi aldrei í því þannig sko ég fór að kíkja á þetta og ég talaði við mannin í ágræslinni og hann sem sagt, ég spurði hver ára á hjólunum og hann gætt bent mér á kamerunni þessi hver er og mér fannst þetta bara mjög það var eitthvað off þarna og ég seti þetta inn á hjóladót til sölu síðuna sem ég var búin að taka eftir að var þá í gangi að inn á milli þá var verið að auðvitað eftir stólum hjólum og ég seti þetta bara hér eru þessi 3 hjól og það er bara eitthvað off við þetta á háspennu og strax kemur einn bara ég á nákvæmlega svona hjóla því á stóli fyrir 8 dögum og hann neglinni nýrtir og ég ákvað bara að fá lögguna og lendi stappi við á í hurðinni og stóð bara í hurðinni bara nei, these are stolen bikes no, it's not stolen, no og löggan svolítið lengi á leiðinni bara come on, hver er löggan? Svo loksins kom löggan og maðurinn sem kannaðist í hjóla sitt og kíkti á stælnúmerið og það passaði og daginn eftir var annar eigandi hjóls búin að sjá að þetta ánætti það sko og svo nokkur dögur setna var 3. hjólið komið í réttar hendur þannig byrjaði þetta og svo fór ég að taka eftir á vissum stöðum svona hinn ýmsu úrræði fyrir okkar svona veikasta fólk í samfélaginu fíkla á alkoholista já, nákvæmlega það er alltaf bara ný hjól hann að friðan eins og þú ert að tala kannski svona á kistiskíli og já og ég fór svona eitthvað að skoða þetta og maður, þú veist, sá bara að þarna var eitthvað í gangi og ég sá löggubíl að keyra framhjá þeim alveg drull alveg og kannski hjól bara upp á 200 skall eða eitthvað bara racer, tilbúin í cyclothon eða eitthvað skilur við, fyrir utan svona stað maður bara, og deginum áður það hefur verið eitthvað annað svipað og svo framvegis bara eins og mér hefur sagt ofta bara nýjar vörur daglega sko en ef löggun er drull hana, af hverju er þér ekki drull? Af því að mér finnst þetta bara mér finnst þetta bara svo óþolandi ástand að þetta gerast fyrir fram að nefið á okkur það tengist ekki mjög stórum hópi allan af þeim sem ég hef verið að eldast við og ekki mjög mörgum stöðum Hefur þetta með eitthvað svona réttlætis að rétt skal vera rétt? Já, bara ef ég veit að ég get leyst eitthvað mál og þarf ekki að hafa neitt brjálæðislega mikið fyrir því meðan engin annar er að gera það
þá leiði mér illa að vera bara heima á mér og sjá svo á Facebook bara hjólinu mín var stólið og ég ætla bara að leggja fram í síman og horfa á bíómynd þá frekast ekki aðeins út og kíkja á bara örfá stað í bænum og oftar en ekki þá finn ég það sem er að leita en segjum sér svo nú það hefur verið stólið frá mér hjóli og alls svona drasli ef ég skildi rétt, ef hjóli er stólið frá mér og ég er með heimilistryggingu fæ ég hjóli bætt? Já, ég hef heyrt hvað heyrði ég síðast að sem sagt einhver lendir í þessu og hann fekk ekki þú veist, andverið hjólsins af því að sem sagt ef það liðin einhver tími frá því að hann kaupir það hrapar svolítið í verði bara milli ára eða eitthvað þú veist þannig að ef ég er með mjög vandahjól ég er með eitt mjög vandahjól svona farangushjól með svona kassa framan á Bullet, ef ég er með Bullet sem kostaði mig 500.000 fyrir 10 árum og hann er ennþá bara tip-top ég bara veit ekki hvernig þetta er mér minnir eitthvað tryggingafélag hafa verið að auglýsa reiðhjóla tryggingar það er eitthvað þetta var ekki svona í gamla daga þá þurftur að fram í rauninni vísa kannski einhver svona lásaskirtinni að þú hefði kvittun fyrir einhverjum lás that's it tryggingin dekka þetta allt það var ekkert vesen sko satt að segja, veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er en fólk svona hefur annarslæði talað þetta og við minnum að það hafa oftast verið það að þau fá bara svona part af verði hjólsins sko. því ég spyr sko ef að tryggingafélagið er bara að bæta hjólinn segjum svo að þau séu að því og tryggingafélagin eru náttúrulega bara svína alveg geða þetta á okkur ætti okkur þá ekki bara að vera drull svo lengi sem að hjólinn er í notkun minnur þá að sem bara sætt okkur við að hérna bara eitthvað svona kannski eitthvað svona eitthvað svona alternatív deilihagkerfi það er bara að stela mér hjólinu en tryggingafélagið myndi ekki gera neitt fyrir mig en það er eitthvað að njóta þessu út í bæ fínt. Já, eitthvað svoleiðis það myndi ekki fljúga fyrir þitt dót er þitt dót skilur við þú veist og það er bara þannig, svo lappar hann inn í bæ og sér kannski bara eitthvað á hjólinu þínu skilur við svolítið sveikjandi ég ætlar bara, frábært ef ég er búin að fá ég er ekki að segja bara hvernig ég myndi bregðast ég er bara svona þú ert að meina að þú ert búin að fá það bætt ef ég er búin að bara fá hjóli bætt og ég er bara búin að kaupa mér annað hjól þannig og svo bara sé einhvern það er vel til í dæminu sko en svo frá sjónarhóli tryggingafélagana skilur þau eru koma ógeðslega illa út úr þessu fattur við hækka öll íðgjöld og sjáðu þú veist þetta er bara í gangi alltaf þú veist og hjólaþjófnaðir er bara fyrir framan nefið á okkur lítill hópur, örfáir staðir enginn gerir neitt, hjólið tekið og fullt af fólki fyrir tryggingar að fá borga fyrir hjól sem að er innan við 5 minútna akstursfjarlægð frá lögreglustöðinni reglulega en af hverju er lögreglunni svona drull? Því þetta eru bara geðveikt dýra græn nefnilega þetta er bara eins og bara 4 fartölur sama mantrar með undirmönnun og forgáms það er svolítið þannig ég til dæmis gott dæmi sko ég tekka fram, ég hef alveg talað við nokkra löggur og bara fínasta fólk sem er alltaf vilja gert skiljur en svo lýsið ég best þegar ég bara lögreglunum að koma að einu húsi í bænum þar sem var alltaf að fyllast alltaf hjólum og ég frétti að í sömu götu hafi verið stólið dýru rafhjóli. Var þetta niður í Sóltúni? Já, nei, þetta var í hvað var þetta aftur? Ekki í Sóltúni, nei það var þetta var annað, ég man ekki nafnið og en allavega sem sagt, löggan kemur klukkan er 1 yfir miðnætti og ég berði undir það og þeir bara herði, já, við meðum ekki fara hérna inn, við getum talað við hana þá er að tala við hana og svo sem bjóða þarna reynda að spila sér saklausa og sá að löggan tók eftir einhverju hjól í ganginum og eitthvað svona ódýrt, bara svona basic hjól eitthvað og það skildi ykkur þetta eftir hérna þið getur bara tekið það eitthvað meðan að þú ert hinn með húsið og horfður inn úr gluggan bara allt morandi í hjólum og hjólagjálfur hangandi já, bara hjóladótt bara sko. Þetta næstu með er bara skipulaðan já, þetta var bara nýjavöru daglega og eins og nágrannar sögðu mér eftir að þetta fólk fluttið þaðan sko og hverjum einasta degi voru ný hjól þarna sko ég sótti þó nokkur en löggan, svo ég klári, segir við mig við byrjuðum á vaktinni klukkan 11 klukkan er 1 núna, þetta eru 3 klukkutímar og við erum búin að fara í 3 heimilisofbeldismál þú veist, og það er hellingur þótt þessi bara 3 mál en á 3 klukkutímum, þú ferði í 1 mál, það tekur allavega hálftíma
40 mínútur að leysa það, svo keyrir í næsta og tekur annað eins að leysa það og keyrir í næsta, skilur það er ekki bara að mæta á staðinn, það er að keyra á milli allar staðana, þannig að á 3 tímum að þurfa að fara í 3 heimilisofbeldismál er bara huge, svo er ég hérna þetta hjólin þú veist, og eins og þetta sagði við mig, það eru 4.000 mál í bið, þetta er fyrir svona ári síðan altså bara hjólamál eða bara allt mögulegt og ég sé bara stundum fyrir mér bara, þú veist, Reykjavík bara eins og stort sveitaball og það er bara eitt dyravörður sem að sjá allt og passa allt og skilur og enga veginn í samræmi við eins og ég sagði hann, ég bjó í Kaupin í 15 ár það voru lögreglu menn og bílar og mótuhjól bara á öðru hverju götuhorni og svo flyttið til Íslands og maður er bara einhvern veginn lögreglubíl skilur við, maður bara einhvern veginn wow, það er bara löggubíl akkurat, já, nákvæmlega bara gerist ekki sko nákvæmlega, nema þegar þú ert eitthvað að flýta þér og sér það á mæleikstar en mér langar aðeins að vita, sko veist við erum með þjófnað á svona hjólum áður við förum kannski í að svona hvernig hjólunum er stólið og hvað þau eru að koma og hvað maður getur gert þess að koma í veg fyrir að hjólunum sé stólið þá sko veist, það er eitthvað bara heimilislaus fíkill eitthvað sem þarf að koma á milli stað og hann stelur sjálfur hjólinu til þess að nota það bara eitthvað einn en svo er önnur pæling að stela einhverjum dýrum hjólum til þess að koma þau í eitthvað verð þú stelur kannski 200 krónar hjóli og selur það á 40 skall og það komið nóg fyrir einhverjum 2 grömmum af einhverju drasli rosalegt ójafnvægi, hvernig bara er þetta ekki svona, er þetta ekki rétt? Þú veist að nefna þessa íbúð, erum við þá að tala um íbúð sem er stútfull af hjólum bara verið að sópa upp bara það er semst fólk að kaupa hjólin af fíklum sem stela þeim og selja það fyrir dópeninga en hvað er liðið sem kaupir hjólin að þeim að gera við hjólin? Ég hef ekki alveg séð þetta næsta þrepp mjög skýrt fyrir jólin 2018 þá fannst hérna gámur með 160 hjólum á leiðinni út það var hérna eina spurningunum líka sko. er eitthvað sem hjólum sendt úr landi? Maður hefur heyrt það sko og hérna eitt sagði við mig hérna eitt sem var svona svolítið í ruglinu hérna árum aður en stóð með mér alveg hérna hann sagði ég gala það þegar ég var að stela hjólum þá hérna sko ég gamla þetta, rólegur, ég er hættur þessu og hérna þá stal maður hjóli og maður tættaði sundur og hendi stellinu af því að það er serialnúmer og þú kemur miklu meira af lausum hjólapörtum inn í gám heldur en heilum reiðhjólum ef þú setur heil reiðhjól í gám þá flytja þetta lofti staplast mjög illa sko já, þú bara fyllir þétt upp í gám bara gerðir og eitthvað og ég hef heyrt að í einhverjum svona austur-Evrópu löndum það hafi verið bara svolítið svona óvenjulega ódýra hjólaparta og eitthvað og hérna þannig að það er það svo er annað eins og eitt sagði við mig eitt sem var alveg svolítið svona mikið í hann var í neslu og svona en ég spurði hann út í þetta og hann sagði já þetta bara ríkveldur oft hjá dílarunum sko eins og eitt hjól sem hann aðeins tilbaka eftir það voru 7-8 mánuðir og hérna það væri þar örgulega ennþá ef ég hef ekki náða að hérna bara geimslu náði á honum já ég meina bara þú veist mjög áberandi og dýrt hjól sko 500 skona hjól en hefur ekkert lent í hérna háska hótunum merkilega lítið miða við heldina sko finnst þú ekki að pirrandi gæðin? Já mjög Nei, ég meina því þú ert að ógna hann einhvern svona litlum svona þú ert bara að skipta þér af já, þetta er eins og hérna hann vinur minn Svavar sagði sko bara við vorum að taka eftir þessum skrýtna dúta þarna og svo voru hjólin okkar farin að hverfa og eitthvað sko hjólin okkar já, eða nákvæmlega og hérna það voru nokkuð skipti ég meina það var eitt sem að kom alveg upp að andlitinu af mér og bara ég er að fá nálgunabann á þig, ég veit hvað þú ert Bjartmar og hérna svo var Ertu í símaskránni? Held það, já en hérna ég hef ekki gáð en allavega hérna og það eru svona örfáskipti ég meina ég hef alveg þurft að taka spretthlaup og hérna en ég ætla ekki að segja ég geti talið á fingrum annar handar en svona, cirka bátt á fingrum begja handa sem að þetta hefur orðið svolítið svona intense, já en sko fyrst þegar ég byrjaði þá var ég náttúrulega bara í sjokki bara halló, þarna eru bara mjög augljóslega stólin hjól að birtast dagstæðlega bara hrúðunar af þessu, þarna er löggubílinn að keyra framhjá, aftur og ég var í sjokki sko og ég sé þess að gaura á Vapnabæinn með þessi hjól og ég bara herðu fyrir þetta er stólið hjól, nei og svo allar labbi burt og ég grípi hjólið bara nei, þetta er stólið hjól ég bara nei, I will not have this og ég teka fram, ég er ekki
ofbeldismaður. Ég get ekki hugsað mér að þú veist, maður alveg på amerískum bíómyndum þar sem einhver með fóðum kjött þá tekur bara og kýlir hann kjöttin eitthvað, skilur við, og þetta svona, þú veist, þessi hugsun kom en komst ekkert lengra því að ég bara, já, veistu, nei maður gerir ekki svona, en ég get alveg það heyrist alveg í mér ef ég pirraður, og þetta var bara eins og eitthvað reipitók með hjólinn á milli þeirra, bara þetta stólið, nei, jú og hann eitthvað, og þrjóskuður og ég planta mér á baklæpina, bara já, og hann hleypur í burtu og fleiri svona dæmi, dæmi en svo hugsaði með mér, ok, ég get öskrað þá fjólblóri framan, það er ekki verið að breyta neinu og sérstaklega eitthvað sem var mjög mikið eldastuð bara á tímabili, ég veit ekki hvað ég náði mörgum hjólum frá honum Þetta þú að vísa í hinn Svavar? Nei, þetta er annar hver, sko. Og oftast var þetta þannig að ég bara greip þetta þegar enginn var nálægt, sko. En svo þegar ég sá það á ferðinni í bænum þá þurfti ég aðeins að skipta mér á því. Þegar ég mæti eins og gaur og báði labbandi og ég sá bara strax hvað hann hugsaði, shit, þessi gaur, og labbar yfir götuna. Og ég hugsaði, ok, prófum bara með hjól þá? Nei, við erum bara labbandi, engin hjól eða neitt og ég hugsaði, labba svona á mótunum, setja svona hendur niður í vasan, getur kynna í sér rólegur bara, þurfum við ekki bara eitthvað aðeins að spjalla saman, sko. Og ég lendi bara góðu spjalli við hann og long story short, sko, hann fór að sækja fyrir mig hjól og já. Meðan það var í neyslu? Já. Af hverju gerir hann það? Hann, ég bara, þú veist, það getur ekki talað saman, unnið aðeins saman eitthvað og þau sjáðu sýndu hann síðuna og hann bara, bítu, skrúlaði þessu upp, já, hvað, þetta já. Komið það? Já, ég veit hvað það er. Jaha, getur þú kannski náði? Já, mér vantar reyndar 5 skall. Ok. Ok, en þú fórst að outsourca þessu bara með peningum? Já, þetta var eitt skipti þarna svona, sko. Og svo skal ég segja, svo er hann bara í sínum neyslu heimiskiljur, þú veist, svo mæti ég honum í bænum með hjól og ég bara spjalla við hann. Já. Og svo segi ég bara eitt lítið svona jæja og hann alveg, já, fyrir ekki, og rétti mér bara hjóli. Já, sætt. Þú veist, þetta var einn besta lýsingin frásöndin á þessu. Ég var að drífa mig í vinnuna og bílnum mínum er lagt hann rétt hjá hlemmi og ég sé hann, félaga minn, sitja hann á hlemminum og það er eitthvað hjól þarna, svolítið asnalega lagt einhvern veginn og mig grunaði að hann væri með það, ég var ekki viss, á hvað heyraði hann síðan og var fyrir vinnuna. Og er eitthvað að kjafta við hann og bara svona, reyna að komast í góðan kontakt bara við hann, bara heyrðu, þú veist, ég er ekki löggan, þú veist, ég vil skilja hvaðan þú kemur, vil þú kannski skilja hvaðan ég kem og getur við kannski unnið eitthvað saman, mætast í miðun eitthvað og svo er ég komin út í bíl og sé hann labbar að þessu hjólu og ég bara, ok, ég hef smá tíma fyrir aftur, hvað segirðu? já, rétti mér hjólið svo sagði hann við mig, hörru, ég keypti þetta lásinn, sko, það var lás sem hann hafði svona festing utan á setningspípuna, sko. Og ég alveg, sko, ég er setn í vinnuna og en það eru verkfæri þar, það er skrújárn og ég losa lásinn og svo heyri ég þér eftir vinnu, búin að vinna kl. 11, ég er í annarri vinnu líka, sko, og hitti þig og skilaði lásnaðinu, sem og ég gerði, þú veist, og hitti hann þarna á ákveðnum bar sem að þeir halda mikið til, þarna sátu við bara og ég rétti hann lásinn og splæsti á hann bjór og kom dílirinn hans, er þetta vinnu þinn? Já, og undir þessu allir spilaði svo Gangsters Paradise lagið, þú veist, Gangsters Paradise, þetta allt í gangi, hjóli fór bara niður á stöð, ég setta það inn í bíl hjá mér, ég með sendi bíl bara og dreif mig í vinnuna og svo bara niður á stöð með það. Hvað verður hjóli það? Þetta fyrir geymslu hjá þeim, þannig upp á Vínlandsleið og svo líður já, en ekki, mér svolítið langað að skoða svona, ég hef ekki séð allar hrúuna, sko, langar að skoða það samt, sko, það væri alveg hægt að vinna með stellnúmer til dæmis. Því þetta eru alveg bara fleiri hundruð hjól. Já, segjum að bara, ok, það verður ekki reynt mikið á það í öðrum búðum, en aðalega hefur reynt á það í Erninum, af því að, þú veist, trekkhjólin eru mjög algeng, sko, og mikið þau, og teknum við stellnúmer á trekkhjóli og ringi í Ernin, ég kom með nafn á eiganda bara strax. Já, þeir eru með að skrá. Já, og endar þetta ekki flest á uppbóði? Jú, svo eftir árið þá fer þetta uppbóð hjá lögreglunni. Og svo ég bæti við reiðhjólaskráning .is er eitthvað sem er að setja í gang, sko. Þannig að, þú veist, við viljum koma hjólunum inn á sama level og með bíla bara. Já, þú veist, þú kaupir nýtt hjólubúð, það skráða þig og þú selur mér það, þá er það skráða mig. Og það myndi einfalda lögreglunni störfin
eins og löggan sagði, við getum ekki aktað út frá þessu common sense sem að þú ert með, við vitum alveg hver í gangi, við þurfum að fara til reglunum, við þurfum að sanna málið, skilur við, og þetta myndi hjálpa þeim að sanna málin, sko. Hefur lögreglan þá lýst í yfir þeir vilja á svona einhvern hátt vinna með þér? Já, þetta var eitt tilfelli bara það sem að ég kallaði til lögreglu, sko, út af einu hjóli. Þú stofnaður ekki bara eitthvað sérstaklega task force deild og ráðið í vinnu? Hvað er málið? Já, maður spyr sig. Ég meina í alvörunni. Tryggingafélaginu, ertu ekki heiðursgestur og öllum samkomum þar? Gaman að segja frá því að ég kom mér í smá greiðsluvanda, gagnvart Vís, og allt í einu finnum mér þessi stöða, ég skulda Vís 240.000 kall og ég ákvað að prófa bara, þú veist, á einni helgi náði 2 hjólum, bæði tryggð hjá Vís, hvort sig andverið 500.000 pluss allt hitt, skilur, allt hrúan. Hvað gerði Vís? Ég bara segi þetta við það, ég skulda ykkur 240 og ég allar velið gerðið til að borga, en mér langar aðeins að ræða það hvað ég er búin að spara ykkur mikið pening og bara eftir smá spjall þá bara glemt þessu. Í alvörunni? Já. Gekkjan. Sangjað. Respekt Vís. Bara að geða eitt, sko. Algjör snild. Og ég bara, Vís, ég átti ekki vonað þessu. Takk fyrir Vís. Þetta er mjög gott að heyra. Já. Ég veit. Og frábært. Sko. Ég átti stuðning Vísan. Já, Vís. Sko. Já, en sko þannig að lögreglan, þeir eru ekki beint að sjá þetta sem raunverulega glæpi þannig. Þetta er bara einhvern veginn, hvað maður að segja? Þetta er náttúrulega ekki ofbeldisglæpur. Nei, akkurat. Sko, eitt er reiðhjólastöldur, sko reiðhjólaþjófnaður og reiðhjólaþjófnaður er endilega sama. Einhver unglingur upp í Breiðholtið sem að vil komast niður í bæ, maður heyrir svolítið það, rúla bara niður Elliðaárdalinn, skilur við, nappa ykkur hjóli yfir ykkur garði og þú veist. En svo er það, þegar við erum að tala um það að bara fárveikt fólk sem er búið með félag bæturnar fyrsta hvers mánaðar, skilur við, sem þeirra, og það þarf að redda fókdýrums efnum og þau eru bara á ferðum bæinn, bara skannandi allt, bara leita eftir eitthvað til að grípa. Einhverju? Já, bara eins og Laugavegurinn, fólk skilur eftir hjóli, bara rétt stökkan í smástund, búm, það er farið, skilur við. Sko, það er bara fólk með augu bara. Sko við vaknum á mótnana og förum í vinnuna og gerum allt sem við erum að gera og fókusum á það, skilur við. Þetta fólk vaknar peningalaust, craving alveg bara í næsta skamt, á ekki pening en þarna er hjól. Þú veist, og það ratarinn er bara í gangi, skilur við. Hvernig er fólk, hvernig eru þau að stela þessum hjólum? Er það bara eitthvað svona láslaust hjól eitthvað staðar? Eða er þetta innbrottstóll líka? Það eru eitthvað nýlega búið að vera svolítið innbrot í hjólageymslur. Er þetta svæðskipt? Þetta er það sem ég er mest að díla við er náttúrulega bara miðbærinn og vesturbærinn. Það er aðeins búið að byrja svolítið svona hrina í Hlíðunum núna. Og og á hverjum stað fyrir sig, vesturbæ, miðbæ og Hlíðum eru úrræði fyrir þetta fólk. Og á hverjum stað hef ég sótt stólin hjól og þannig að já. Hvernig kemur hjólunum í verð svona fljótt ef þú þarft pening strax? Hver er að kaupa sér hjól af þeim? Bara, ætla að sé ekki bara dílarinnir, skilur við. Já, en þeir eitthvað standi að rétta þeim og reiða hjóli svo heim? Eða þeir bara koma til þeirra. Þetta er mjög heppilegt þýfi, sko. Þú kannski þarft að komast frá A til B. Það eru þetta að ferja þýfið. Ferja þýfið, skilur við. Þú ert stattur bara, þú veist, í Breiðholti og þarf að komast í Kópavog eða eitthvað, skilur við. Dílirinn er í Kópavogi, bara grípur næsta hjól, rúlar í Kópavoginn, búm, og borgar með hjólinu, þú veist. Eða eitthvað. Það verðist bara vera þannig. En það er eitthvað, mig grunar að sé eitthvað meira sem ég hef ekki bara náð að sjá almennilega inn í, sko, með til dæmis þá sem eru eitthvað stórtækastir í þessu, af þessu fólki. Svo rosalega mikið sem ná að hreinsa upp, sko. Og maður spyrir sig, hvar endar þetta? Er þetta í alvörinu bara allt hjá einhvern dílerum eða er eitthvað annað á meiri gangi, sko? Já, því það er náttúrulega rosalega mikil gámaflutningar á milli Íslands og til dæmis Austur-Evrópu, sko. Og ég lendi í því að verkværum hefur verið stólið að mér og dýrum verkværum og bara hreinsa hjá mig, bara ég á með svona festúl bara vegg, sko, bara tekin. Langt síðan eða? Já, það er svolítið síðan, 2 ár kannski. Úr bílunum með það ekki? Nei, það var í Danmark og þetta var bara inn á vegstæði hjá mér. Og og ég var vel tryggður, sem gerir það verkum, ég fer ekki í panik. Ég veit ég fæði þetta allt tilbaka, það er bara þannig. En ég samt sem aður, fyrir að skanna þessi verkværi, inn á sölusíðum og svona, því að það er engin fíkill eitthvað að fara að nota
einhverja stæðstu gerð á festúli yfirfræsara sko. Einhverju tannasetti og einhverju drasli sko. Fænkötturum og sversum og svona dóti. Þetta hverfur. Já, eitt gott dæmi, ég man ekki veit ekki hvort þú munir eftir, það var stólið til vélsliðum, í Vogakruna, rétt á gamla IKEA þar, Holtagörðin, og sem sagt, bíllinn náðist á öryggismyndavélar, en ekki bílnúmerið, en ég sé hann post og það eru margar myndir og stór texti og ég hugsaði við þurfum að einfalda þetta, og ég tók bara skjáskot bara af bílnum. Það var langur Renault Master, hvítur. Ég hef ekki séð mikið af þeim í umferðinni. Og ég hugsaði þannig að heyrðu, það er kannski hægt að spotta hann. Tók bara myndina, mjög stuttan einfaldan texta og baðum deilingar. Og komu held ég 253 deilingar bara á nokkrum dögum sko. Á Facebook? Já. Bara á þínum einu prívat vegg? Nei, bara hjólusíðinni sko. Já, ok. En það eru fleiri admins á þessari síðu og einn tók upp að því að breyta nafnin úr hjóladót tapafundið að stólið yfir í hjóladót og fleira tapafundið að stólið. Okay. Sem að því að það er alltaf að slæðast eitthvað inn bílar, kerrur og vespur og fleira. Og en allavega, þetta var í mikla deilingu og svo rignir inn á Messenger hjá mér þar sem að gæin er bara að reyna að selja bílinn. Og það sést alveg för eftir vélsleðina í gólfinu á bílum. Hann tók alveg dítilmyndir af bílum öllum að innan og utan sko. Og svo stöðu seinna bara finnst bíllinn og þessi maður var búinn að auglýsa á sínu Facebooki að hann væri að fara bara í Norrænu bara daginn eftir, hann var nappaði deginum fyrir og sleðarnir fundust í gámi við hliðina á húsnæðina sem bíllinn fannst innandyra. En hann var að fara erlendis með sleðana. Já. Maður hefur líka heyrt svona sögu sko frá held ég hvað það var Rúmeni eða Albanía sko alveg mjög suðaustarlega að það er að finna verkfæri á svona mörkuðum bara mert ístak Já, ég hef þetta einhver smiður bara í einhverju svona markaði og bara aðra verkfæri sem ég átti og þetta er nafnið mitt og símanúmer ok, hvað þarf ég að borga þér fyrir verkfæri mín? Bara eitthvað slikk sko kannski með 70 skrona eitthvað massi og skrúvel og hún er að seljast á 1000 kalla þetta er rosalegt sko þetta er rosalegt, en þú ert keyrður áfram af réttlætiskennd, það er alveg greinlegt. Já, alltaf ekki, ég meina þú ert alveg tilbúin að fara inn í þetta því að mér er nokkurn veginn drull sko. Og það gerir það með að slæmi manni hvað segir það um mig og fólk svona almennt finnst þér, að fólki sé svona næstu því alveg sama sér langt flestum er það sko. Já en það sem eins og þetta blasir við mér þetta er bara að gerast fyrir framan augun á mér þetta er svo yfirgengilega mikið ég er í svona návíi við þetta skilur þú ert kannski ekki í návíi við þetta skilur Nei. Þú veist, alls ekki, en ég fikk kannski taka meira eftir þessu núna eftir þetta samtal sko og þetta var bara, allir voru bara pollrólegir þarna á þessum stöðum löggubílar að keyra framhjá, ég sá til dæmis þegar löggubílar stoppa þarna og einn af þessum félögum var að tala um lögguna og kom svo tilbaka það voru eitthvað að spyrja hjólinn eða eitthvað, ég sagði bara jó ætti þetta og Siggi ætti þetta og það gátt ekki að gera þú veist, skilur þetta er að gerast saman nefið þær þú veist, og eins og ég segi bara meðan maður veit af þessu að það er svona mikið af þessu að gerast, þetta er svo rosalega mikið það er málið sko þá getur maður ekki annað að bröðast við því þú veist, hvað segir maður, gamla daga þegar þetta voru bara alkarnir á Austurvelli skiljuru, af og til byrtist einhver eldgamall ryðgaður garmur, hjólgarmur skiljuru, þessi 12 rónar nákvæmlega maður var ekkert að pæla í því en þegar að sko það eru bara heilu hrúðunar af bara nýlegum frekar dýrum hjólum að byrtast reglulega á sömu stöðunum það bara hreinlega en hvað veldur þessari aukningu? Eru komnir fleiri útlendingar í spilið, er neyslan að breytast? Fólk hefur spurt mér, er þetta ekki allt saman einhverju útlendingar? Sko 90% af þeim sem ég er að díla við eru Íslendingar. Skilur ég. Þetta eru útlendingar líka, skilur ég. En já, þannig að það var mest bara Íslendingar. Hvað er að breytast? Þessi efni bara held ég. Þú veist, fólk verður bara einhvern svona zombies. Það er svo mér á líst það er svo líst fyrir mér einu sinni að kannski var ég búin að stela hjóli og svo sá ég annað hjól og faldi ég þetta og fór og sótti hitt og kom tilbaka
mundi ekki hverju sett hitt hann vil meina að frá runnar hérna í Reykjavík séu stútfullir af einhverju þývettir sko. Hann þú veist, þetta eitthvað geðrós ástand sem að kemur yfir skilur við og við erum að tala þetta náttúrulega bara sprautuneysla já, nákvæmlega þetta er ekki þjám sko en ekki skárra að örvæntingafullir fíklar grípi til þess ráðs að stela hlutum eins og reiðhjólum í staðin fyrir kannski að fara yfir aðra leiðir til brjótast inn, ofbeldisglæpir, rán og svo framvegis. Já, eins og ég sé þetta, þú veist, reiðhjól er auðvelt þýfi, skilur við. Og hvað gerist þá? Getur verið dýrt þýfi. Já. Ég meina, hvað gerist þá ef við lokum á þetta? Ef þú lokar á þetta, segjum að þið gangi bara svo vel, þú fær bara lykilinn á borginni og þú bara, það er engin fleiri hjólar glæpir og allt í unni er bara eða þú skilur hvað ég meina það sem ég meina er að við þurfum að fara eitthvað endurskoða hvernig við sinnum þessu fólki þetta er bara eins og þetta sagði við erum veikt fólk, við erum ekki vont fólk skilur við, sem það er langa oftast þannig og Eru þú ekki komin inn í þessa skaðaminkunar pælingu? Já, algjörlega Þú ert svolítið búin að vera það líka eitthvað að spá að pæla, þú veist, það er ekki þetta að banna fíkli að vera fíkill skilur við. Það er alveg hægt en það er eiginlega hálfgjört ofbeldi og spáir í því. Þú veist, það er ekki líklegt til árangurs og það er ólöglegt og bannað að vera háður ógeðslega sterkum efnum og sem þýðir það að sko þótt við lokum hurðinni á einstaklingin þá finnur það bara glugga sko, skilur við og þetta býr til svo rosalega stór vandamál sko hver á sinna þessum sjúklingi þú veist, hver á sinna fíklinum eða skiptum orð og nota sjúklingnum skilur við, þetta dílerinn út í bæ sem að tekur að þér gefur þið jafn mikið fyrir eldgamalt halvón í tjól og hann gefur þið fyrir 500 svona hjól eða og lætur þið gera allan anskotan sko, það er fylgum viðbjóður sem dílerar hafa gert, látið fólk gera sko eða eigum við kannski bara að opna það minn gagvart þessu fólki skilur við og bara herðu vinnum með þetta, ég hef heyrt eitthvað sem heitir skömmtun þú veist, og með því væri kannski hægt að vera með sálfræði og geðlækni þjónustu þetta er mjög oft bara eitthvað svona childhood trauma og fleira sem að hefur reikið fólk út í þetta skömmtun á einhverjum ópíótum ég bara veit ekki nákvæmlega hvað skilur við, en bara frekar sko, ok, ég seti svona hérna er meðferð hérna er dílerarnir og hérna er svæði sem að mér finnst að við ættum að skoða meira mætast svona í miðjunni, margir sem er ekki tilbúinir að fara í meðferð, eins og ég veit hann er ekki tilbúin í meðferð. Nei, endur meðferð er ekki að skila en þetta er rosalega góðum árum og spáir í því. Og honum langar bara að halda áfram að vera í þessu og eins og hann sagði, hann heiti skilningsríkar læknir sem að skrifa upp á morfín fyrir hann hann er búin að halda sér lifandi, þú veist í þessu ógeði hérna mjög lengi og er bara svolítið heppinn að vera bara ennþá lifandi hvað sem er í séns á hann ef hann er bara hér og ef hann er hér, þá þarf hann ekki lengur að vera hérna að gramsa upp alls konar hluti fyrir dílerinn. Þú veist, vinnum með þá hérna og ok, gefum bara skamt, skilur við, til að minnka svona mestu spennuna, en vinnum líka með þeim, þú veist. Þetta meikar allan sens fyrir mér, þú veist, frekar heldur en að bara, þetta er ólulegt og bannað og okkur varst að prófa þetta, hvað er það? Já, ekki þú, þú veist. Og einstaklingur sem prófar þessi efni hann er að fara að halda áfram það er bara þannig þú veist, það er ekkert sem stoppar já, nákvæmlega og dílerinn getur stórgrætt á því og við skíðtöpum skilur við hvað sem að það er verið að stela hjólum eða símum eða tölvum eða bílum eða whatever eins og eitt sagði, ég get stólið fyrir 1 milljón á mánuði skilur við, það var bara norm fyrir hún ég fæ fría gistingu hérna maður og geta og pening hérna hverju mánuði og sky high alla daga maður, ekkert stólið fyrir 1 milljón á mánuði bara. Það er örgulega ekkert mál og spáður í og þetta er ekkert eitthvað hæsta talan sko, örgulega þetta er örgulega en erum við þá að tala, viljum við þá bara afglæpavæða bara alla neyslu en sölu ég veist að ég er ekki búin að kafa eitthvað mjög djúpt og neyta þannig skilur ég er bara svona að skoða þetta svolítið svona utanfrá, þú veist gagvart sérstaklega þessum hópi sérstaklega þessi hópur þeir sem eru komnir yfir ákveðna línu sérstaklega að fara að skoða þá því þetta er svo fáránlegt líka svo margt í þessu eins og sko, af hverju svo mörg af þessum fíkniefnum ég segi fíkniefni eru ólögleg og þú dæmdur í fangelsi að fara dóm á þig fyrir notkun á þeim og vörslu en svo ferðu inn í átíðaferð
og þú kaupir þar alkohól sem í rauninni hættulegasta vímu og fíkniefni á jörðinni. Já, einmitt. Og það ekkert bara mín orð, þetta bara, það bara rannsóknir sína það. Já, nákvæmlega. Þannig að það þarf að bara eitthvað, ef við náum að skoða þetta, ég er búin að heyra nokkra sem eru komnir í þetta eitthvað, skömmtun, heitir þetta, og ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gengur fyrir sig, svona, það var ein sem er í neyslu sjálf og gagvart einhvern vini henni fannst þetta ekki rétt gagvart honum að því að þá myndi hann setja allt í hvínandi botn bara, þú veist. Ég veit ekki, það kannski skoða þetta út frá hverju meinum einstaklingi. Ég skil hvað þetta segja og ég alveg bara, ég held bara að þetta sé allt bara eitthvað svo fucking vonlust. Því að vandamálið liggur eitthvað staðar og ef þú ætlar að fara að ráðast í kjarna vandamálsins, þá það bara eitthvað staðar miklu dýpra í einstaklingsvitundinni sem og bara í samfélagsvitundinni. Það er eitthvað mikið að sem veldur allri þessari fjölgun á fíklum. Já. Fattur það hvað við? Já. Og eins og þetta sagði, þú veist, ég var að tala við hann bara, þú veist, þessa stráka sem ég er að, þú veist, díla við með hjólinn, skilur, þú veist, að við erum ekki að reyna bara að grípa það á einhvern veginn og vinna með þeim eitthvað, skilur, standa með þeim, vinna með þeim og þá segir sem það og hallar sér svona að mér og bara, við þurfum að byrja bara þegar þeir eru 10 ára, sko. Bara byrja þegar, skilur við, byrja að þú veist, eins og maður heyrir það var kennarar sagt bara svona, sem hafa verið að vinna mjög lengi við kennslu alveg einhverja áratugi. Já, maður sér þetta bara, þú veist, maður veit alveg hvernig framtíðin og þessum verður. Og bara leyfa því bara að gerjast og gerast. Já, náttúrulega, þú veist, þau sá bara, maður heyrt bara kennarar sem að hafa séð ákveðna hluti fyrir. Ok, en þá áttum við vandræða börnin. Já. En hvort erum við að tala um vandræða börn eða við erum að tala um í rauninni bara, erum við að tala um barnavandamál eða erum við að tala um foreldravandamál? Foreldra, myndi ég segja, þú veist, og en það birtist í barninu, þú veist, og þá ættum við að grípa inn í einhvern veginn. Það að segja, við erum voða mikið að díla við bara svona einhver einkenni, sko. Já, byrja brunnin áður en að skilur, þú veist. Já, og þá þarf maður að komast einhvern veginn í kjarnan. Já, hrætt. Og þá komum við að því, hvernig manneskjur ætlum við að vera sem uppalendur. Já. Hvernig ætlum við að alveg börnum okkur. Nákvæmlega. Og og ætlum við að umprenta í þau réttlætiskennd. Nákvæmlega. ætlum við að rækta tengsl sem kemur í veg fyrir öll þessi tengslarrof og sína þeim kærleik og ást og umhyggju þannig að þau fáið þessa mýkt gagnvart sjálfum sér og öðrum kenna þeim hvernig er að lifa í samfélagi við annað fólk í stað þess að sé alltaf bara ég sína þeim hver mörk liggja kenna þeim að nota hömlur Fattar þú, það er svo ótrúlega mikið í þessu. Þú veist, já, ef þú ætlar að meika í lífinu þá ætlar að kunna starffræði og þú ætlar að kunna skrift og þú átt að læra það í skólanum, ekki við heimalærdum og ég ætla að sittjast niður í klukktíma og hjálpa þér, sko. En mér finnst þetta að vera orðið svolítið skakt, sko. Erstu ósammála með þetta við? Nei, alls ekki. Eitt svona dæmi, það var tveir strákar sem ég var mikið svona, já, þú veist að eldast mikið við þannig, það voru svolítið duglegir í þessu, en allavega svo kemur upp þessi hugmynd að gefa hjól á þennan stað. Þorvaldur Danielsson, hann var Reykvíkingur ársins 2021 bara fyrra og fyrir starfið sem hann var með og hann var að grípa svona krakka bara, þú veist, sem að voru ekki alveg að passa inn í þú veist, kassana eitthvað þeim og bjóða þeim bara að koma og prófa hjólasportið og var með nokkur hjól klár, bara reysirar og gallar og hjálmur og alveg græð, sko og hjóla er eitthvað sem allir geta gert, skilur við sumir eru góðir í fótbolta og það eru ekki góðir í fótbolta en það geta allir hjóla, skilur við og allavega, hann segir við mig mér eru gefin 5 hjól sem ég get ekki notað í starfinu, ég vil bara gefa skilinu þessi hjól og gerum það og hann mætti með það í hádegin og ég mætti svo kvöldið og var að skoða svona, já, þurfum að rétta lásum á þessu, merkilegt að hafa ennþá verið þetta og kemur þarna eitt félaginn og bara horfir svona á mig og glottir og hvað segir eitthvað búin að vera duglegir í kvöld? Nei, þetta er þetta bara gjöf til ykkar. What? Í alveg? Svo segir hann svona, herðu, ég þarf aðeins að skreppa, verður hérna eftir 10 mínútur? Já, nú kemur hann tilbaka eftir 10 mínútur. Herðu, þetta hjól hérna var bak við vegg, það er örugglega stolið, þú tekur það bara.
mig grunar að hann hafi bara stólið í skilur en þetta hafi svona aðeins snertið honum og hérna svo erum við þarna bara eitthvað að stúsa förum í Tækæðir og kaupum Lása þetta var náttúrulega bara miðbærinn, ég hef nú kosið betra í Lása sjálf en þetta var eins og í boði og hann eitthvað að tala bara, já við strákarnir erum að reyna að safna fyrir sík og hérna getur við hjálpa glemdu sig, hörru, fór niður á Ólís keypti þú pakka, gaf honum, eða klingið skilur við, reyna bara svona bara með þessu þá er kannski verið að reyna að höfða svolítið inn á svona siðferðið og... já, en svo eitt í sambandi það sem við vorum að tala aðan með bara hvernig fólk að koma út í lífið strákurinn var hvað held ég 24 ára vinnur hans þarna síðast ég sá hann þá ætlaði hann að hjóli í mig af því að hérna, ég sá hann var á stólnu hjóli og hann náði að styggja mig í burtu og mjög ógnandi og við erum komið tilbaka með þessa Lása og svo fer hann inn eitthvað og segir býta þessi aðeins inn fer inn og kemur út með þennan gaur og mér bara ásöldu og ég bara ég fara að hlaupa núna komur svona rólega að mér og horfir svona á mig og horfir á hjólinn og horfir á mig og býtu þú að gera góðverk fyrir okkur já djúl kann ég að meta það maður svo bara var ég að kjafta við það í klukkutíma við leið bara eins og það væri bara góði vini minni skilur og hérna og svo setna segir mér hingurinn sko, já, ég fór og sótti þennan til að sýna honum hvernig eðlileg samskipti fara fram hann kemur úr svo rosalega tættum aðstæðum eins og ég hef heyrt bara alveg upp að einhverjum bara glæpamönnum þú veist, og það bjargar sér sjálfur bara frá því að það var krakki sko. Þú veist, og innan fólk sem var bara mjög veikt skilur við og samskipti alltaf samskiptin alveg bara rosa eitthvað sókniða vörn alveg ég sótti hann til að sýna honum hvernig eðlileg samskipti fara fram þú veist það er svolítið manna þannig að en eins og við erum að tala hvernig við erum að grípa unga fólkið eins og til þess að Þorvaldur var að gera þú veist og þú veist bjóða þeim að gera eitthvað nýtt eitthvað annað og bara á stað þar sem þau eru mjög velkomin og hérna þráðir ekki bara líka að bara vera séðir jú, örgulega bara það er svo mikið tengslarof já, eins og bara í dag þú veist barn á svona einhverju brotnu heimili skilur það er kannski alkoholismi eða neysla eða eitthvað í gangi og meðan það er ekki í gangi þá er allir uppnefnir í símanum og þú veist og hérna já og um leið einhver kemur og bara vill hérna bara sér þig já bara hei hvað segir þú gott hvað er þetta þér og þú veist æskilur þetta er kannski bara eitthvað mjög nýtt fyrir marga sko þú veist sem eru bara komnir á stað einhvern veginn þar sem að þeir eru bara algjörlega ignorera já eru bara eitthvað í ykkur og mjög slæmum stað í lífinu shit maður það er mikil vinna framöndan sko þetta er svakalegt en býtu, ertu ekki á fullu ennþá ertu búin að leggjast í helgan stein eða hvernig er þetta svona breytist aðeins já svona fyrst og svona þá fór ég inn á hverjum degi á þessu ákveðnu staði bara hverjum einasta degi, stundum tvisar sko en ég sé það strax að hérna, ef ég geri það bara klára ég mig sko og ég stökk á eftir hverju einasta hjóli sko núna, einhver sendir mér mynda einhverju gamlu riðgöðu hjóli sko því bara, setjum þetta á síðuna og svo sem á það kannast kannski við það þú veist, ef þetta er eitthvað sérstaklega langt í burtu maður verður aðeins að spara kraftana sko og þess leyti skil ég kannski löguna svolítið skilur við Mér finnst þér að gefa þig vinnu sko. Það var alveg það er hér með sagt það var til ég sko. Sko, ég er hérna með eina pælingu svona í lokin, við erum svona eiginlega að komast í gegnum þetta veist, hvað með svona græja svona einhvern ókeypis faraskjóta úrræði fyrir svona heimilislaust fólk svona eins og hlaupahjóla bransinn er að græja eitthvað sem að sem virkar ekki ef það er komið út fyrir ákveðið svæði eða stýrt með eitthvað svona hugbúna eða eitthvað já, menn sveisi ég hérna sko það var ekki bara þetta skiptið sem að Þorvaldur gaf þarna 5 stykki við höfum komið með nokkur hjóli viðbót annars lagið en þetta er allt mjög fljótt að hverfa sko já og hérna ég meina þeir eru ekki að stela hlaupahjólunum hérna veist leiguhjólunum nei það er ekki hægt að gera nei skilur við veist þeir eru ekki að gera eitthvað svona skikk bara fyrir heimilislausa sem er ókeypis já, mennar, já, það væri bara mjög flott sko, þú veist, en ég veit ekki hvort það bara já, það komið svona ábyrgðarfaktor í þetta já, það þarf að vera undir áhrifum á hjólunum já, ég skil en mér datt ég veit sko, hérna þú veist Sorpa efnismiðlun góða hirðisins það hrúast upp hjól sko en datt í hug hvort að maður teka sig hérna heyri í Sorpu og bara hérna, heyrðu, hvað segið þeim að skuttla
nokkrum hjólum á nokkra ákveðna staði hérna annars slæðið. Já, algjörlega. Og þó að þau hverfi eftir stundum tíma, það sýnir líka, veistu það, þessi 5 hjól sem við gáfum voru horfin eitt af öðru, en við þetta, þá náði ég svo sterkri tengingu við þess að gauðra þarna, skilur, sem bara gulls í gildi, sko, þú veist, og með því að sýna þetta, svona gesture, skilur, og hérna, þá erum við búin að bjarga deginum, vikunni, jafnvel mánuðinum fyrir einhvern þeirra og jafnvel lengur ef maður Ég held ekki að þú sért að höfða til samkenndar hjá viðkomandi, sko. Þú ert að mynda einhverja ákveðna brúar að einhverja annars gjá sem kannski getur fengið fólk til þess að komast í tengsl við einhverja svona mýkt og mögulega einhverja auðmýkt, mögulega öðlast einhvern vilja í kjölfari til þess að bara snúa upp blaðin og einhvern veginn rétt úr þessu. Fattar eitthvað við? Já, akkurat. Því það er einhvern veginn, því að það er verið að mynda þessi tengsl við þig, sko, og verið að sína þér samkennd og love, sko. Já, náttúrulega. Ég fekk sent hérna einu sinni, það var frá einum, sko, ég talaði við hann held í svona 7 sinnum á árstímabili og ég held ég að sendir þetta með þessi daginn, ég mani þetta nokkuð neginn, hann sendi mér eitthvað á þá leið að bara já, ég þakka að kærlega fyrir kærleika stuðning og hjálp, þú veist, þessi samtöl okkar virkilega hjálpuðu mér að snúa við blaðinu. Pældi, vá, það var geggjað, sko. Og svo, hann var á svolítið góðum stað, sko, vinur hans var með íbúð, hann gæti verið þar og það róaðist mjög mikið, svo þurfti vinurinn að sitja inn í einhverja 3 mánuði, 2-3 mánuði eða hvað það var og hann vildi ekki vera í íbúðinni og riska það að missa hana fyrir vikið, þannig að hann fór aftur á götuna og backslide, skiljur við. Þeir eru báðir komnir á svolítið góðan stað, en við þurftum endilega að henda honum inn í einhverja 2-3 mánuði, þú veist. Þannig að, þú veist, já, eftir þetta þá kom svona smá backslide hjá hann, við hefum ekki heyrt hjá hann svolítið tíma, en at the moment, sko, ég náði til hans, talaði við hann kannski 7 sinnum á árstímabili, ég var allan tíman, er hann að hlusta á mig? Er ég að ná í gegn? Alltaf að reyna að vanda rosalega bara hvað voru það ég nota, alltaf að púsla saman einhverju geggjaðri setningu bara, já ég segi það sko svona, eitthvað, og svo fannst mér þetta allt koma svo fátæklega út um mér, sko, en þetta var niðurstaðan, klikkaði. Geggjað. Og pældi, þessi strákur er búin að vera innan allt þetta starfsfólk, fram og tilbaka, fyrir framan allt þetta starfsfólk, og enginn gaf sig á tal við hann, skilur við. Var hann þá bara eitthvað case, skilur við, bara já, þannig þessi, þú farið rúmnúmer þetta, ekki svo veldig gangið vel. Ég keyrði inn í nýja snobbílakjallarann niður í bæ. Já, Hafnartorginu. Já, keyrði þetta niður, það voru bara eitthvað svona G-klass og Audi-ar og eitthvað drasslana maður, þetta er risa kjallari, og komin svolítið djúpt inn í hann, það var alveg hlýtt þarna, sko. Já. Og þar sátu einhverjir gaurar svona, þú veist, hér og þar, og fólk eins og sagt hefur, þú bara sér ekki þetta fólk. Já. Ég er að labba hana út úr einhverju viðtalið sem ég var í hérna uppi og ég var með tösku fulla af CBD og hampvörum og svona reykingarhamp, CBD-hamp og ég sé hann einhvern gaur í hvað heitir þetta, svona kraftgala, drullskítum kraftgala, hann var alveg hellaður á því og skeggjaður og hann var að kýla fötu, sko. Í bílakjallaranum? Í bílakjallaranum. Og veist, við erum að tala um bara old school Breiðholt, bara 2 litra flaska og skera hana af eins og hálfs litra flaska, bara kolsvart vatn og bara með topp, eitthvað, númer 21 eða eitthvað. Við minnir að var alltaf sami toppur sem passaði onni í hausina, sko. Og var bara eitthvað að fá sér í haus, sko. Og ég fyrir að tala við hann og hann bara, ég ekki sé menn kýla fötur bara í 20 árið eitthvað. Og það var eitthvað geðið og hann var svo hissa að ég skulle á að koma því að, þú veist, þeir eru þarna og þeir eru ósynlegir. Já, akkurat, já, nákvæmlega. Hann var bara hissa og svo talaði við hann, það var Íslendingur og svo ég horfði í augun á hann, sé ég, þetta er bara strák, hann er yngri en ég, hann leit út fyrir að vera 60 greið. Já, akkurat. Og hann fór eitthvað að geða þetta að afsaka sig fyrir að vera, veist, hættur í þessu og hættur í hinn og, veist, og grasið einhvern veginn var það eina sem var eftir, sko, fyrir þessa gauðra er þetta eiginlega ekki dópinu, sko, þetta var svo ekki síkó, sko. Og veist, það, veist, svo fann ég að í þessum tengslum þá er rosa mikið hjarta, sko. Já, algjörlega. Hjarta hlýir menn, mjög veikir, og ég endaði að gefa honum hampinn, sko. Já, ok.
CBD-hambin, þú veist, reyktu þetta í staðinn sko. Þú er ekki skakkur af þessu en þú far fullt af flottum kannabjóðum inn í kerfið og hann, veist, það bara hann var bara svo hissa yfir að einhver skuli hafa rétt sér hjálparhönd óumbeður. Já, þetta er eins og hann sagði þegar að hann kynntist fyrst frú Ragnheiðar bílnum, skaðaminnkunar úrræði og hann sagt frá því að það sé eitthvað bíll þarna og þar geta hann fengið bara, þú veist, örugan stað svona, þú veist, og hjálp hana. Og tæki og tól. Já, og sko föt, mat, tjald og svefnbók og ég kom að inn og fyrsta skipti bara í mjög langan tíma þá fann ég að ég gæti svona I could drop my guards, bara, þú veist, ég gæti bara algjörlega verið, ég sjálfur bara ég er hérna og ég er fíkill, ég er á götunni bara ekkert mál, vinur minn, gott bara og hann er edrú í dag og hann þakkar þessu starfi því að hann sé edrú í dag sko maður reyfið upp með það þetta er alveg magnað sko, við vorum eitt hann að þvælast í bænum og erum að kjafta saman og svo stoppar hann og hann horfir eftir götunni og ég sé það svona hvítur sendibíll að koma og hann bara svona stoppaði og horfði svona eftir honum og ég sá bara að hann var að hugsa bara þannig bíllinn sem bjargaði mér skilur það er geggjað sko geggjað þetta er ekki sjálfgefið með, þetta er neyslu bara líf og döða sko nákvæmlega þetta er ekkert eitthvað partí á B5 sko nei langt í frá þetta er bara eitthvað, þú ert í tjaldi bara eitthvað já og sko það voru það voru þarna þrír sem ég var mest alltaf við, það var hann og tveir aðrir og ég hafði svona von með þess að tvo þarna og hef það enn einn er komin í fangelsi og annar hefur verið að hjálpa mér og svo var það þessi og ég bara þú veist, ég hugsaði, hvað get ég gert? Ég get ekki gert fyrir þessu stráka, byrjaði að hafa trú að þeim byrjaði bara hérna, ég hef trú á þessu strákum saman hvað, það er þín hugsun sem þú sendir hann út og svo af þeim þremur þá er það þessi gaur sem nær fyrst svona líka rosalegum bata geggja brjálæður þetta er rosalegt magnað sko eitt leiðir og öðrum mér finnst þetta að vera svona hálfgett ofurhetju brask sem þú sko þetta er flott hann að búið geggja gaman að fá þeirna mér sýnist sko ertu að fara út í kvöld að leita hjólum með það þetta var heim og sofa ég skima alltaf hvað sem er teka drink ef maður er með hjól eða finnur hjól sem að maður telur þessi stólið og maður þá að, hvað gerir maður? Já er svo ekki fín lína milli fyrirgjöðu sko að telja vera stólið og er stólið því að þú hefur auðvitað ekki feil já, akkurat, það er alveg hægt það er hægt ég er frekar reyður ef hann var að rífa hjólið mitt að mér sko ekki er allt sem sýnist og sem sagt hefur lendið því? það hefur gerst, já sem betur fyrr bara, get talað á fingurmannar handar frá 2019 ég kalla það bara fínt sko. Eftir þetta þá set ég alltaf spurningamerki og ég hugsa mjög vel áður þetta getur litið svo mikið út fyrir að vera stólið hjól það er ekkert endilega alltaf að vera en ef maður er í vafa þá bara setja það á síðuna og best að taka ekki fram hvar það er af því að þá getur hver sem er farið og sota ef þú ert handviss þá er alltaf bara flottast að koma til löggunar og setja á síðuna líka það eru yfir 11.000 manns á síðunni sko. þannig að það er orðið svona stort og mikið net af fólki og og löggan sem sagt sko þegar fólk finnir á stöð og segir hjólið mínu var stólið það eru fylltu hérna fyrir tryggingafélagið ok, gerir það og hvað meira sem get gert þannig að, ertu búin að heyra í Bjartmari? Já, segja það ég heyrt það nokkru sinnum bara, ok þannig að, flott, þú ert dæmdur sjálfdæmdur sýnist það bara herru, Davíð, þú með eitthvað á hann? já, bara þetta, ég veist að koma að sagða ok, herru, mér langar að koma með eitt í út ef hjólið mitt er alveg bara læst með bara abuslás og við ljósastöður eða eitthvað shit þá er ekki hægt að taka það er konum mér var að kaupa sér geggja rafmagnshjól ég tóri ekki á þenni í bæ hvað kostar svona geggja rafmagnshjól? Þetta er eitthvað 3-4-5 það sem er mest verið að taka langmest er hjól sem er læst með svokullum víralásum þannig að þar þarf bara litla klippur það er bara að klippa en ef þú ert með keðjulás þú veist það er eins og eitt sagði það er hægt að sigra alla lása en hugsa þetta þannig hugsa það bara, þú ert innbrotsþjófur og það eru 2 hús þarna
eitt með mjög hárri girðingu sem þú ert að klifra yfir og eitt með mjög lárri girðingu. Hvert ferðu? Já. Það og ég hef ekki heyrt mikið slípirokk. Já, ég hef ekki heyrt mikið það og með þessu, með svona sterkum lás mæli ég eindregið með að fá GPS tracker. Þetta Ramas reiðhjól? Já. Ég veit að Ellingsen var að auglýsa eitthvað svo leiðis. Þú skoða það? Tracker á hjóli sjálf? Já. Þú bara límir það á eitthvað. Þetta fer eitthvað inn í og skal ég segja, já, þá ertu með öruggan lás, en ef skekinni að einhver gerir svo býra að vinna að hjóla í þetta, taka þetta hjól, að þá getur við náttúrulega bara fundið það. Trakka hjólið, hringi Bjartmar, saman nýrðir og díla þetta. Eitthvað svo leiðis. Já, geggja. Ég ætla að spá þessu. Ég ætla að finna eitthvað svona trakkara dims. Já, ég mæli með því. Helst bara í gær. Strax í gær. Herðu, við ætlum að fara hérna í nokkur orð frá sponsor og svo ætlum við að leysa þið út með gjöfum. Já. All right. Þú ert ekkert í svona CBD eða eitthvað leiðis? Nei. Hefur þú prófað þetta? Nei. Ég heyrt þetta samt. Já, þetta gerir hvert af Já, ok, ég til það. Herðu, kombucha, það hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Það talaði það í speglunni í gær. Já, það ekki. Drekkur þú kombucha? Þar hefst taugakerfið. Þarmaflóran eða kerfið er svo basically ónæmiskerfið, þannig að ef að það er í jafnvægi, altså þarmaflóran, þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. All right. Svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum og við elskum kombucha. Við erum eins og konum í ískap. Bara það fyrir kombucha. Jepsi kóla. Og pilsner. Já, og pilsner. Hefur þú viljað pilsner? Nei, mér langar ekkert í pilsner. Ekki eftir hins vegar. Ég draf bara pilsner allt. Herðu, það er gott CBD upp í Urriðaholtsstræti 16. Það er opið milli 12 og 17. Annars er vefverslun. Þeir eru að fara að opna nýja búð núna bara í júní. 200 fermetra mekka líka upp í Urriðaholtsstræti. Alveg hjúts. Hefur þú séð húsnæði? Nýja? Já, ég bara sé vídeo að því. Hjúts hús og þetta verður bara hampur og CBD og drasl. Þvottahúsið er með afslátt og kóða, gefur 15% afslátt og það er þvottahúsið, það er kóðinn. Svona komum við að minnast á áskriftarleiðina, það er 20% og frí heimsending, það er binding í 3 mánuði, alltaf hægt að bæta við að breyta vörum, oljur, verkjakrem, altså þá Dr. Kent verkjakrem. Svo fæðst gott CBD í hakusverslunum, apotekum all land, Livju, þetta sé heilsuhúsinu líka. Og þetta er alvöru stöff. Þetta er ekki white label dót, þetta er innflutt, altså það sem við erum með hérna, Pharmahemp og Leku. Þetta eru geggjaða vörur. Ég finnst grain of rice stöfið geggjað. Ég finn það bara núna, ég er bara slagur. Já, ég er að nota það svolítið núna og viltu prófa þessu oljur? Já. Það ekki? Já, er það ekki bara? Jú, það er að prófa hérna. Og hvað er þetta að gera? Þetta styður við taugakerfið í þér og ekki veitir af eins og þú ert að díla við þarna reiðhjóla þjófa allan daginn. Þú finnur ekkert fyrir þessu? Smakkaði þessa. Ekki nema bara ótrúlega jákvæð áhrif. Bara tekur þetta drópatelleri svona. Já. Bara stúdar þessu upp í þig. Bara svona hálfa, 4-5 drópa. Þetta tekur bólgur og að taka meira. Lansin ég hef gert þetta. Eðlisfræði tími eftir hann 90 eitthvað. Og opna. Já, taktu svona 1/3 af svona staut. 1/3 af þessu. Cirka bara. Já. Þetta út. Einum enda þarum. Ég er mjög góður í þessu eða þannig. Já, þetta er bara fínt. Og svo bara helminginu þessu upp í þig. Bara helmingin þessu. Já, svona? Já. Ekki allt? Undir tunguna. Allt var undir tunguna. Finnur þú móðu jörð, leika munnkirtlana. Það er ekki gott Nú er tilbúin að sækja hjól. Já, rétt. Himnan er að opnast. Herðu, já, geggjað. Nei, þetta við erum að tala um bólgur og svefnvesen og andlega líðan og það er allt í gangi. Ok. CBD gerir heiminn betri. Þú er bara með stæs. Við erum að leysa það út með gjöfum. Já, hérna. Við erum með hérna, það er nefnilega, það er að koma loose me og svona vesen. Og þetta er rosa gott fyrir svona loose me og hlaupabólu og rauða hunda og flatlús, allt vesen. Þetta ekki bara alhliða krem? Þetta er alhliða krem, stútfullt af CBD og þetta er einstaklega gott fyrir kláða. Okay. Og þess vegna erum við að gefa það núna því að það er að koma kláðatímabil og ofnæmi og svona drasl.
Heyrðu, svo erum við glasamáttur sem við ætlum að gefa þér, þetta frá gömlum sponsor sem ekki lengur að sponsa okkur, en við eigum svolítið af þessu, þannig við ætlum bara gefa þetta korkur, við höldum að fara bara kork glasamáttur og megi korkurinn vera með þér, kæri vinnur. Takk fyrir. Og svo erum við bara búnir og bara Bjartmar, bara geggjað að fá þig. Já, takk fyrir. Tók tíma, tók næstu ár, en hérna ertu, hérna komstu. Hafðist að lokum. Já, tími hlýður. Farðu varlega. Ég geri það. Ok, takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra.